Komið sæl og velkomin heim í stofu, ég heiti Bryndís Svavarsdóttir. Í dag 5. júlí, 5. sunnudag eftir þrenningarhátíð þema dagsins, kallið sem bjargar, send mig. Í lexíunni skrifar Jeremía, þeir munu ráðast á þig en ekki sigra þig, því að ég með þér, ég hjálpa þér, ég frelsa þig, segir Drottinn. Ég bjarga þér úr höndum vondra manna og frelsa þig úr greipum ofbeldismanna. Í pistlinu segir Páll frá reynslu sinni hann mætti Kristi á leiðinni til Damaskus og í Guðspjallinu spurði Jesús lærisveinana hvert segja menn mannssoninn vera. En við skulum byrja þessa stund að signa okkur í nafni Guðs, Föður, Sonar og heilags anda. Amen. Heyrum hvaða boðskap pistillinn ber okkur en hann úr Postulasögunni 27. kafla. Þá ég var á leið til Damaskus, slíkra erinda með vald og umboð frá æðstu prestunum, sá ég konungur á veginum miðjan dag ljós af himni, sólu bjartara leiftra mig og þá sem að mér voru samferða. Við féllum allir til jarðar og ég heyrði rödd sagði við mig á hebresku. Sál, Sál, hví ofsækir þú mig? Erfitt verður þér að spyrna á móti broddunum, en ég sagði, hver þú, Herra? Og Drottinn sagði, ég Jesús sem þú ofsækir. Rís nú upp og statt á fætur. Ég birtist þér til þess að þú þjónir mér og segir frá því að þú hefur séð mig bæði nú og síðar ég mun birtast þér. Ég mun senda þig til gyðinga og heiðingja og vernda þig fyrir þeim. Þú átt að opna augu þeirra og snúa þeim frá myrkri til ljós, frá valdi Satans til Guðs, til þess að þeir trúi á mig og öðlist fyrirgefningu syndanna og arf með þeim sem helgaðir eru. Fyrir því gerðist ég, Agrippa konungur, eigi óhlýðin, hinni himnesku vitrun, heldur boðaði ég þeim í Damaskus og í Jerúsalem og síðan alla Júdeubyggð og heiðingjum að taka sinnaskiptum og snúa sér til Guðs og sýna það í verki. Þannig hljóðar hið heilaga orð. Já, þema dagsins kallið sem bjargar, send mig. Fyrir 3 árum þegar þessi sömu textar voru textar dagsins, þá talaði ég út frá Guðspjallinu. Fagnaðarerindið kallið sem bjargar, boðskapurinn sem kallar okkur til Guðs ríkis. En hafði hinn almenni borgari raunverulega áttað sig á því hver Jesús var? Var það ekki of ótrúlegt að sonur Guðs væri snertanleg persóna sem gekk á meðal þeirra? En einmitt vegna þess hve þetta var ótrúlegt, þá hlaut hann að vera svikari. Guðspjallið segir okkur að Jesús var byrjaður að undirbúa brottför sína. Þess vegna spurði hann lærisveinana, hvert segja menn mannssoninn vera? Og þeir svara að flestir telji hann vera einhvern spámann Guðs, en samt ekki Messías, þann sem spádómarnir spáðu fyrir og beðið var eftir. Svo Jesús spurði aftur, en hvern segið þið mig vera? Og Símon Pétur svarar, þú Kristur, sonur hins lifanda Guðs. Hinn ólærði fiskimaður hafði fengið opinberun frá Guði Föður, en í pistlinum gefur Páll okkur sinn vitnisburð, að hann með alla sína þekkingu á spádómum Guðs hafði ekki verið opin fyrir því að spádómarnir sem hann þekkti svo vel væru að rætast. Svo getum við íhugað af hverju valdi Guð mann
sem barðist gegn syni hans og þeim sem að fylgdu honum sem sinn talsmann. Páll sem þá hét Sál gekk eins og grenjandi ljón og reyndi að fangelsa alla sem höfðu tekið hina nýju trú. Hann taldi sig vera að vinna fyrir Guð en var blindur á hinn rétta boðskap. Hann mætti Jesú, ljósi heimsins, á veginum til Damaskus og Jesús varð að blinda hann til að hann myndi sjá hið rétta. Já, Guð talar við okkur í myndmáli. Kraftaverkin sem Jesús gerði voru myndlíkingar á málefni Guðs. Hann gaf blindum sjón, opnaði augu manna fyrir boðskapnum. Hann gaf daufum heyrn með því að opna fyrir skilning á boðskapnum. Hann læknaði líkþráa, gaf mönnum nýtt líf með trúnni, lét lamaða ganga, lét boðskapinn breiðast út. Hann rak út illa anda, hreinsaði villukenningar úr hugum manna og hann reisti menn upp frá dauðum. Og það mun hann gera hann reisir okkur upp til eilífs lífs. Hann stillir storminn í hugum okkar og gefur frið og ró í hjarta. Í Opinberunarbókinni, sem spádómsbók Nýja testamentisins, segir engillinn: Ég þekki verkin þín, þú ert hvorki kaldur né heitur. Og það í merkingunni þér sama hvað verður. Betur væri að þú væri annaðhvort kaldur eða heitur, en af því að þú ert hálfvolgur og hvorki heitur né kaldur, mun ég skirpa þér út úr munni mínum. Myndmálið segir okkur að allir verða að taka afstöðu til Guðs. Og engillinn heldur áfram: Þú segir, ég ríkur og orðinn auðugur og þarfnast einskis. Þú veist ekki að þú ert vesalingur og aumingi, fátækur, blindur og nakinn. Þetta misskilja margir sem veraldlega fátækt, en Guð að lýsa sál þess sem hálfvolgur. Sál hans fátæk, því að hún ekki barn Guðs og á því ekki erfðarétt í ríki Guðs. Megin boðskapur allrar Biblíunnar að trúfesti við Guð leiði til blessunar. Vertu trúr allt til dauða og ég mun gefa þér kórónu lífsins. Við erum öll kölluð til Guðs ríkis og eins og þema segir, það kallið sem bjargar. Og svarið sem Guð vill heyra hér ég, send mig. Já, fagnaðarerindið kallið og því þurfum við að svara með játningu sem byggð á bjargfæstri trú á Guð. Páll skrifaði í fyrra Korinthubréfi: Jesús kletturinn. Og í Efesusbréfinu skrifaði hann: Þið bygging sem hefur að grundvelli postulana og spámennina, en Kristi Jesús sjálfan að hyrningasteini. Hann okkar trausta undirstaða eins og börnin syngja í barnasálminum: Jesús bjargið sem byggja má á. Og honum gefið allt vald á himni og jörðu. Páll skrifar í Gálatabréfinu að það sé ekkert annað fagnaðarerindi en fagnaðarerindi Krists og á þessu fagnaðarerindi sem kristallast í játningu Péturs: Þú ert sonur Guðs. Á því kristin kirkja byggð. Og boðskapurinn úreldist aldrei því Kristur var og hinn sami aldir alda. Í Gamla testamentinu margar frásagnir sem segja að Guð kalli menn til ákveðinna starfa. Ekki tóku allir köllun sinni fagnandi. Móse möglaði, Jónas reyndi að fela sig fyrir Guði og fyrir spámanninn Jeremía var þetta hlutverk hinn sárasta kvöl. En þegar Samúel var kallaður
svaraði hann einfaldlega, hér er ég, tala þú drottinn, því þjónn þinn heyrir. Í Nýja testamentinu kallaði Jesús lærisveinana til starfa, einfaldlega með orðunum, fylg þú mér, og þeir lögðu frá sér lífsstarf og lífsviðurværi og fylgdu honum. Í dag kostar það hvorki fórnir eða útskúfun að fylgja Guði og svar okkar sendu mig í ríki Guðs hefur nýjan tilgang að þjóna Guði, það er vera kallaður í trúboð. Í dæmisögum Jesú hið týnda heyrum við hvílíkur fögnuður er á himni fyrir hvern þann sem finnur trúna á Guð. Þegar við týnum einhverju og höfum ekki vonum að það finnist, þá teljum við það glatað. Jesús sagði sjálfur að hann var sendur til að leita að hinu týnda og frelsa það, því Guð vill ekki að neinn glatist. Hann kom til að flytja fátækum gleðilegan boðskap, boða bandingjum lausn og gefa blindum sýn. Sá sem á ekki trúna í hjartanu er fátækur í anda og blindur á boðskapinn ríki Guðs. Þetta er inntakið í fjallræðu Jesú. Sá sem svarar ekki kallinu er týndur. Kall Guðs heyrist alla ritninguna og flestir þekkja þetta vers. Komið til mín, allir þið, sem erfiðið og þunga eru hlaðnir og ég mun veit ykkur hvíld. Og vers vikunar segir okkur hver launin eru fyrir að svara kallinu. Því að af náð eru þið hólpin orðin fyrir trú. Þetta er ekki ykkur að þakka, það er Guðs gjöf. Sá sem er kristinn getur lagt sitt á vogarskálarnar bara með því að láta aðra vita að hann trúi á Guð, sæki kirkju eða íhugi Guðs orð. Síðan er það þeirra hvort þeir vilji ræða trúmál eða ekki. En jarðvegurinn hefur verið undirbúinn, akurinn hefur verið plægður fyrir fræ sáðmannsins. Allt sem við gerum sem stuðlar að uppbyggingu safnaðar og velferð þeirra sem starfa þar gleður Guð. Þá erum við að safna saman en ekki sundur dreifa. Hvert verk sem er unnið á að vera til uppbyggingar, á að sameina söfnuðinn og stuðla að einingu til að laða fleiri inn í kærleiksríkt umhverfi svo þeir fái líka að heyra fagnaðarerindið ríki Guðs. Já, þema dagsins er kallið sem bjargar, send mig. Vitnisburður Páls í pistlinum segir okkur að við verðum að vera vakandi og þekkja boðskapinn. Páll var greinilega ekki á réttri leið þó hann teldi sig vinna fyrir Guð. Í frásögninni kemur fram að Páll var með leyfi frá leiðtogum gyðinga til að handtaka kristna menn. En hann átti fyrst og fremst að leita í orði Guðs, hvort að þetta væri Guðs vilji. Því framar ber að hlýða Guði en mönnum. Svörum kalli Guðs, segjum send mig. Í Sálmi 37 segir, treyst Guði og ger gott, þá myndu óhultur búa í landinu. Njót gleði í drottni, þá veitir hann þér það sem að hjarta þitt þráir. Fel drottni vegu þína og treyst honum, hann mun vel fyrir sjá. Það er huggun og hugreisting sem felst í því að leggja allt í drottins hendur og upplifa að blessanir hans umvefi okkur. Drottinn blessi þig og varveiti þig, drottinn láti sína ásjónu lýsa yfir þig og sé þig náðugur, drottinn upplyfti sína augliti yfir þig og gefi þig frið. Í Jesú nafni. Amen.